íbúar í Kelduhverfi. Hvernig kemur það til að þið ákveða að flytja hingað? Það var nú þannig að Mundi minn, hann var að hætta í pólitík á Akureyri og við vorum búin að ákveða það að við myndum gera eitthvað annað þegar hann hefði lokið þessum 12 árum sínum sem bæjarfulltrúi á Akureyri og helst bara flytja í burtu og gera eitthvað alveg nýtt. Og við svo sem ekkert hvað við ætluðum að gera, kannski að fara til útlanda eða kannski bara eitthvað annað. Svo náttúrulega þegar fór að líða að þessu þá skellir COVID á Íslandi og öllum umheiminum og við förum að lifa bara allt öðruvísi lífi og starfið eins og mitt fór að snúast það að þjónusta einstaklinga í gegnum netið alla daga. Skrifstofan lokuð mánuðum saman og við urðum að breyta öllum okkar starfsvenjum hjá Vinnumálastofnun. Svo kemur það upp að foreldrar mínir sem hafa búið hér í Kelduhverfi í Lindabrekku í yfir 20 ár, þau vildu fara að flytja aftur til Húsavíkur. Þetta var orðið bara stórt og mikið fyrir þau og en vildu samt helst að Lindabrekka væri áfram innan fjölskyldunar. Þau óskuðu þess, en það var svo mikið vita hvort að eitthvað systkinanna mínu 3 myndi vilja koma hingað og búa eða kaupa Lindabrekku. En við hugsuðum þetta og vorum svo bara sammála það að við vildum prófa að flytja bara í sveit og gera eitthvað allt annað. Og ég óskaði eftir við minn vinnuvita, Vinnumálastofnun, hvort að ég mætti láta af störfum sem forstöðumaður og fara að vinna bara sem sérfræðingur í fjarvinnu frá Lindabrekku, starfa án staðsetningar. Og það var bara samþykkt. Og ég segi sem svo að ég held að gætu miklu fleiri spurt einmitt þessara spurningar til sinna yfirmanna, til sinna fyrirtækja eða stofnana, hvort þeir mættu vinna starf án staðsetningar. Því að ég svo sannfærð að mjög margir myndu bara segja já og fólk fengi tækifæri til að búa þar sem það vildi og þar sem það óskaði sér. Þannig að já, allt í einu vorum við bara komin með heila jörð í Kelduhverfi upp í hendurnar og þá þurftum við náttúrulega líka bara að spyrja okkur og hvað svo? Ég var komin mitt starf Mundið með sín verkefni og getur unnið þau í fjarvinnu líka. Við erum alsæl í okkar, litla hreiðri, nú erum við í fjósinu. Það nú bara vegna þess að við ákváðum að taka húsið okkar allt í gegn og gerum það nánast fókalt þannig að það í rúst eins og svona smá uppbyggingarfasa og við komum vonandi inn fyrir jól. Nú skiptir miklu máli þegar maður að flytja eitthvað að það sé eitthvað fólk eða fyrir suma allavega og hvernig það fólk hvernig líður ykkur samfélagslega séð? Mjög vel. Við þekkjum náttúrulega til í Kelduhverfinu. Foreldrar mínir hafa búið yfir 20 ár og við höfum verið mikið. Við höfum farið all Þorrablót meðal annars og þar kynnist maður fólkinu vel, skal ég segja. Bæði bara í veislunni sjálfur en ekki síður bara með öllum sketsum sem alltaf upp á sviði þar sem verið að gera grína að mannlífinu sem mjög skemmtilegt. Og við erum til þess með messenger-hóp í Kelduhverfi sem frábært, þannig að við vitum alltaf hvað að gerast. Og ef fólk þarf að láta redda fyrir sig kannski pökkum frá Húsavík eða Akureyri eða fari hingað og þangað, þá fer það bara allt inn á Messenger og við fáum að vita ef það sést refur hér eða hvort að refur hafi verið skotinn. Þannig að það ýmislegt sem kemur fram á þessum Messenger spjalltræði okkar. Þetta frábært mannlíf og mjög skemmtilegt. Þið eru búin að gera alls konar sýndist mér. Þið eru með heitan pott og reisa svæði fyrir framan húsið ykkar og eru að byggja upp allt þetta hús og svo eru þið með einhvern leyniskáp. Geturðu sagt mér aðeins frá honum? Já, heyrðu, þetta af því að við erum stödd í fjósinu. Einu sinni var þetta bara fjós, voru kýr á bás og það var flór. Og þegar það fjós, þá haughús. Og þegar foreldrar mínir komu hingað og voru svona að brasa og gera upp, þá ákváðu að gera fjósið svona eins og það og moka út úr haughúsinu og bjuggu þar til þennan dásamlega vínkjallara. Og hann þessi skápur sjónvarpsþjálfur, þessi leyniskápur, sem heitir Doktorinn eftir pabba því hann læknir. Og hann á svona mestan heiðurinn af því að hafa búið til og hannað þennan vínkjallara. Hvernig ykkar rútína, frá því vaknið og sofnið? Já. Svona í grófu máli. Við erum mjög mikið rútínufólk. Við vaknum klukkan 6:30 á morgnana, bara alltaf.
þurfum yfirleitt ekkert endilega klukku, við bara vöknum 6:30 á morgnana og náttúrulega bara koma okkur í gírinn og fáum okkur kaffið og morgunverðinn og svo byrja ég bara að vinna hérna rétt 8:00. Sagði mér ekki að þið gerðir morgunleik fyrir mig? Svo gerum við það, jú, það var svona leyndarmál. En jú, þegar við erum heima í Lindabrekkunni, við erum í svo ofboðslega góða aðstöðu, beint út í svefnherberginu okkar, bara hurð út á pall og þar höfum við gert morgunleikafinn okkar. Og bara alla morgna. Hér erum við náttúrulega alein í sveitinni. Við getum farið út bara á náttfötunum og gert morgunleikafinn okkar og það truflar okkur enginn. Fuglunum finnst það skemmtilegt, þess að ég sagði Maríu Öllan, hún bara kemur alltaf og er með okkur í morgunleikafinni, henni finnst það geggjað. Þannig að jú, við gerum það. Þegar það er hægt, veðurfarslega sé, annars erum við bara á hjólinu og gerum æfingar, við erum með æfingaherbergin sem ég sýndi þér. Þannig að jú, við hugsum þetta á morgnana, að koma okkur í gírinn áður við byrjum vinnudaginn. Svo endum við yfirleitt daginn ef við mögulega getum, ef við erum ekki á fundum seinni partinn líka, að fara í langgöngutúr. Þannig að já, við erum mikið að hreyfa okkur. Það er voða gott. En já, við sem sagt erum bara í vinnunni, förum í göngutúr, eldum góða mat, okkur finnst ofsalega gaman að elda og alltaf saman. Við erum alltaf saman í eldhúsinu. Þess vegna fórum við það upp í Lindabrekku að stækka eldhúsið. Því að eins og það var ekki nógu stórt fyrir okkur bæði. Þannig að við verðum að taka gamla búrið og stækka það svo að við getum verið það saman. Já, við gerum bara allt saman. Það er voða gott.